snerta takkana, ekki skiptum stöð, ekki slökkva á sjónvarpinu, því að núna byrjar. Komið heil og sæl og við vorum að klára að gera bíóbíl og nú erum við að gera spilliefnasvæði dauðans, minnum að það heiti Spoilersvæði dauðans, já. Svo áður þið haldið áfram, spoiler! Já, við munum spilla öllu sem við gerum í öllu sem við getum sem við munum við mælum með að þið horfið á myndina í bíóhúsum eða á Netflix eða eitthvað áður en þið horfið á það. Við erum búin að horfa á myndina áður en þið haldið áfram að hlusta á það. Disney kemur Netflix. Já, það mun gerast. Nei, reyndar er Disney búið til svona eigin streymistjónustu, þannig að Já. Við fáum að segja allt. Okay. Svo Loki deyr. Já, hann er bara gripinn, kyrptur. Hann er kyrptur og var mjög brutal há. Heimdallur er bara drepinn. Stungin hjartað. Eiginlega loksins, hann er búin að lifa svolítið lengi. Já. Þú veist, og svo eru bara hellinga Marvel karakterum sem bara hverfa í lokin bókstaflega, bara föðru upp. Spider-Man bites the dust. Já. Another one bites the dust. Another one does. Það er svona þetta mjög merkilega augnablik í minnum ekki kvikmyndasögunni heldur myndasögusögunni þegar Thanos nær loksins að smella fingrunum og þá breytist alheimurinn og það er mjög svona gaman að sjá hvernig þeir gera þetta af því að þegar hann smellir þá fer hann aftur annarkvort inn í einhverja minningu eða eitthvað hlýðarumveruleika þar sem hann sér Gamora aftur sem barn. Ég held þetta að gerast annarkvort á plánundinu þarna, hvað heitir hún, Vormir, þarna þar sem hann þurfti að fórna henni eða í einhverjum svona draumaheimi svipað eins þau atriði var mjög falleg ég fannst það allt svona mjög smekklegt og bara Josh Brolin sem Thanos er bara mjög frábær. Þetta er mitt máli sko, Thanos er orðin svona mitt nýja uppáhalds illmenni svona í Marvel-heiminum. Hann er actually, þú veist, frekar vel flest átt. Hann er sko með þannig sér góða ástæðu til þess að ekki þannig sér, þú veist, ekki góða ástæðu, hann er með svona solid ástæðu fyrir sjálfan sig til þess að gera það sem hann gefur. Sem að tengist við svona eina félagsfræðilega, þú veist, kenningu sem að Arnur myndist á í bíóbílnum síðast bíóbílinn Vanilla bíóbílinn Vanilla þetta er sko með svona extra flavori sko það er meira spicy það er svona sveittir bragðlaukar hérna en já, ef við tölum aðeins Thanos það er náttúrulega verið að reyna að gera hann svona ekki endilega umkunnarverðan en þú ert að reyna að skilja hans sjónarhorn af hverju hann er að gera það af hverju hann er að gera svona hans forsögu og það er þetta að hann vill að það sé fullkomið jafnvægi í alheiminum og hann reynir að kenna Gamora það til dæmis með því að sýnin er litla hnífinn og segja ég elska þennan hníf, hann er í fullkomið jafnvægi look perfect balance og þetta er líka spurning sko að því að í myndasögu heiminum að þá er hann ofta að gera þessar ástæður að því að hann vill komast nær ástinni sinni sem er þá dauðinn sem er kærasta Deadpools í tímsögunum. By the way, Red Skull poppaði bara það var ótrúlega áhugavert að fá Red Skull bara. Veit ekki hvort þetta sé upprunalega leikarinn eða hvað. Já, bara, er þetta Hugo Weaving er það ekki? Þetta er alltaf líkt röddinn hans. Ég glemdi að kíkja á það í kreditlistanum. Já, sama hér, þannig að það er mjög áhugavert að sjá hana því að hann birtist þarna eins og einhver svona vitsuga akkurat. Svona mikla fórn. Verum í Lord of the Rings, ég man aldrei hvað það heita. Necromans Nei, það er Harry Potter. Jú, það er vitsögnar. Við erum orðin alltaf gamlir, sorry. Við erum allir með Alzheimer's. En ef við tölum þú veist, karakterinn þessu voru innan gæsalappa drefnir sem hurfu. Black Panther hvarf, Doctor Strange hvarf, Spider-Man hvarf. Nei, Doctor Strange hvarf ekki. Jú, hann fyrir Nei, shit, fuck. Og Scarlet Witch hvarf. Þú veist, Groot hvarf. Minnir að Falcon hvarf. Já, Peter Quill hvarf. Og hann að Bucky. Bara, þú veist, geðað mikið af persónum. Meira sér Nick Fury og hann að breytist í svona Drax. Mulin laug. Og Drax hvarf líka. Og hún hann að pöttukonan Mantis. Föðraði upp líka. Þetta er bara, þú veist,
þetta svona típist Disney, ok, við ætlum að drepa þeim samt ekki, þú veist, að því við ætlum að lífga upp í næstu mynd eða eitthvað, þetta, þú veist Já, en samt eins og ég, í kreditlistanum þá segir, Thanos will return, ekki The Avengers will return Já En ég fór svo inn í þessa mynd með þá væntingar að það myndi einhver deyja En það var samt, ok, það í rauninni getur hver sem dáið svo lengi sem Dr. Strange lifir af því að hann hefur þennan kraft að geta snúið aftur tímanum og getur þar að leiðandi í rauninni lífga fólk við Akkurat En þegar Dr. Strange breytist í duft og hann segir eitthvað svona þetta eina leiðin sem að þið gáttu lifað af eitthvað svona að þá hann að fórna sér fyrir þau eða hann að fórna sér að því að hann veit að hann mun lifna við aftur Já, einmitt, góð spurning nefnilega að því að það var einmitt í myndinni bara eitthvað ég fór í margar framtíðir til að sjá hellinga mismunandi útkomun og eitthvað 16 milljónir og eitthvað útkoma og það var bara ein sem var svo að við getum unnið Thanos Þannig að ástandið var svolítið svart Já Mjög svo Þessi fjólublokk klessa er bara vesen Fyrsta skipti sem að Marvel mynd hefur ekki svona flashy kredilista það var mjög bara svona bara vennilegt hvítir stafir og svörtu En við okkur aðeins að pæli að því ok, Loki hann var kyrtur til dauða og Heimdallur er stungin Gamora henni kastað fram af hann af kletti Disney stað Já Þannig að þau eru svona drepin einhvern veginn meira svona Fyrir fullt og allt Já, býst ég við en hinn svona hverfa einhvern veginn þannig að ég er ekki alveg að kaupa að þau séu öll dauði sem að hurfu hana en aðalega út af því ég veit að Guardians of the Galaxy 3 kemur út og að Tom Holland er svo ungur þú veist, þau hljóta vilja græða á hann og hafa meiri Spider-Man-myndir og Í viðtölum og annars líkt þá hefur hann verið að tala það að það hefur verið að gera Spider-Man Homecoming part 2 Já, akkurat og það er líka verið að gera Doctor Strange part 2 Já Það er verið að Þetta er áhugavert, það er mitt En það er mitt spurning að því að Captain Marvel, ég man ekki hvernig hún kemur út Já, næsta ára ekki En það er í að því að hún eigi að koma í næstu Infinity War mynd Já, það passar, já Þannig það er spurning hvort að ég veit ekki hvort að hún hefur eitthvað vit til þess að snúa þessu tilbaka Já, einmitt Það var einmitt í enda kredit atriðinu sem mjög líklegt að hefði horta þá kom einmitt Nick Fury að senda einhver neyðar skilaboð á einhvern og svo kemur ljós að það er Captain Marvel þannig að sem make sense að hún væntanlega þá kemur fram í næstu Avengers mynd Já, þetta var óvæntur endir, ég get alveg viðurkennt það var alveg svona óvæntur endir en hann var líka pínu svona skrít allan að fyrst þegar ég sá hann þá var svona pínu skrítið maður bara svona ok bara, þau eru farin bara en allan að þetta er svona pínu cliffhanger að því þú vilt væntanlega þá sjá meira þú vilt svona, eru þið döðið fyrir fullt alltaf ekki Já það er mjög skrítið að enda myndina á brosi af Thanos þar sem hann er að horfa á það sem honum finnst vera paradís Já, ég veit bara einhver countryside á einhverju plánetu Ég vann bara En þá þetta er líka spurning að því að tilgangurinn hans hefur alltaf verið að ná fullkomnu jafnvægi í alheiminum. Nú er hann búinn að gera það. Hver er tilgangurinn hans? Já, ég mitt, það er bara svona ég er búinn að uppfylla tilgangurinn. Ég ætla að endurrétta eldhúsið. Já, svo bara það endurrétt og Loksins get ég sett saman þessi IKEA-hús. Nú er bara að hvíla mig og frita og eitthvað. Þetta var Já, það var svolítið áhugaður endir að því en það var svona eiginlega skot þar sem að Captain America var í skotinu og Bruce Banner var í hann Hulkbuster búninum og það sást aðeins í Black Widow og þau voru öll svona í einu skoti og Thor minni mig og þau voru svona þau sem voru eftirlifandi þannig ég svona býst við að það verði þau saman og Iron Man auðvitað Já, svo kannski mjög ekki gleyma því heldur að Iron Man er aleinn á plánetinu Titan í lokinu. Hann hefur eiginlega engan status að fá. Og búningurinn hans er svona held ég hægt og rólega að laga sjálfan sig. Já. Það er spurning hvað gerist það. Þannig að þú veist, annarkvort er hann fastur á plánetinu eða Þetta er einmitt, það er svo gaman að tala um þetta því að þú veist, Russo-bræður, mér finnst þau vera mjög góður í að leysa alls konar svona þræði sem er rosa erfitt að þræða sig gegnum einhvern veginn og hvernig getum við látið þetta að make sense hérna og þú veist, og í byrjun myndarinnar strax þá láta þér Thanos bara að lemja Hulk í klessu og það er maður bara svona, já, ok, hann er öflugur, mjög öflugur, þetta er erfitt og svo, þú veist, atriði sem eru öll að reyna að ná hanskanum af
Thanos, Spider-Man og Iron Man og Doctor Strange öll einhvern veginn og Mantis og Drax öll að hjálpast að og Star-Lord að taka hanskan af honum. Það var mjög svona gott atriði en ég veit að það svo mikið einmitt, maður bara svona, en hvað ef þessi hefði gert þetta hitt, eða hvað ef Dr. Strange hefði bara snúið græna eða... Já, líka þú veist, Dr. Strange þarf ekki að gera neitt annað en nota slöngurhringinn og búið til hlið á hendinni og taka hendina af honum. Já, og þá er hann búinn að vinna. Nákvæmlega, það er svo mikið af svona, einhvern veginn, það er svo auðvelt að svona plot holes eru svo auðvelt í þessari mynd, það er bara einhvern veginn óhjákvæmilegt að... Það sem er samt þá svona, það sem maður á að klappa fyrir þá í myndinni er að þeir ná að halda manni það uppteknum að maður er ekki að spá út í allar þessar hluti sko. Já, maður er ekki að spá svona mjög mikið í því maður er svo fastur í augnablikinu og að fylgjast með hvað þetta er að hefnustíðan, þetta ná þessu og svo bara svona, nipp. Já, eitt líka sem, að þetta er náttúrulega annað skipti sér að sjá en þegar Tony Stark heldur á hanskanum og hann er að reyna að taka hann, ég hugsaði, akkur notar hann ekki hérna thrusters eða hvað til að skjóta sér eða svona meiri kraft eða eitthvað. Ég held að hann vildi ekki taka hann með sér eða eitthvað. Já, það meina, já, meikar enda sens, já. Það hann var að halda það fast í hanskan. Það er þetta góð punktur, já. Það er alveg hægt, einmitt, sumt er hægt svona að afsaka. Núna ætti einn með Thanos. Já. Línu á millikar. Heldur heipi sem fast við Thanos. Já, og svo fannst mér eitt með, af því að Thanos er með hann að reality stone og það var svo auðvelt greinlega oft fyrir hann að breyta allir bara í eitthvað, sápukúlu eða eitthvað. Akkur hann gerir það ekki oftar, bara, ég ætla bara að breyta ykkur í það. Já, ég veit það. Gúmmíand. Það virtist það augnablik að Wanda hefði verið svo eina sem hefði getað sigra hann hana. Hann var actually, það kom skot á hann sem hann var actually bara að hissa á hversu öflug hún var. Já. Og í þeim teiknumyndasögnum þá hún frekar öflug. Já, hún er rosa overpowered. Raunveruleikanum einu sinni allavega. Ég verði að spyrja ykkur eitt, hvað fannst ykkur eins og Vision, hann er alltaf orðin eitthvað mjög veiklulegur og svona veikur með að við svona hvernig hann er búin að vera áður. Var einhver ástæða fyrir því að... Nei, út af því að hann er með stein, hann á að vera, þú veist, veiklulega persóna út af því að það er verndan út af hann er með steinin, hann má eiginlega ekki leggja sig í hættu. Já. Hann nær Thanosonum og steinunum líka. Því mann eftir, hann var alltaf að nota, þú veist, alveg heila geislana og allt einhvern veginn og þetta svona, hann gæti látið sig svona einhvern veginn fara í gegn, eins og hann fór í gegnum Ant-Man hann í Civil War. Þannig að maður svona, hvað var allt þetta? Það er eins og, já, ég veit það ekki. Fannst þið mjög fyndin afsökun að Hawkeye og Ant-Man gátu ekki verið í myndunum út af stofufangelsi? Já, ok, já, einmitt, ég var einmitt að velta þeim þeir voru ekki... ekki að CGI að Paul Rudd við erum svo mikið af karakterum sem það var í stofufangelsi ekki nema Ant-Man and the Wasp eða tengjast þessu einhvern veginn sem við veitum ekki alveg. Já, það er einmitt málið, eða svona helmingurinn hverfur en þau vantarlega eftirlifandi, gerist Ant-Man and the Wasp eftir þessa mynd? Nei, ég held ekki. Það er svo mikið óhugtin, við þurfum eiginlega að skapa pláss fyrir nýjar óhugtin. Já, þetta er bara, tímalínan er líka bara, maður er bara drepa helmingin. Já, gera bara eins og Thanos gerir, bara drepa helmingin óhugtin og byrja upp á nýtt. Byrja upp á nýtt, já, einmitt. Og það er einmitt það sem að fólk hélt svona í alvörun að myndi kannski gerast í endan á allar þessi baráttu við Thanos er að við myndum hætta að horfa myndasögu kvikmyndir og þú veist Thanos myndi breyta svo og nýr Captain America myndi koma og nýr Iron Man myndi koma eitthvað svoleiðis. Sko, Kevin Feige er í raun Thanos, hann er að drepa allar þessar karakter sjálf. Hann er strengjabrúðumeistarinn. Já, hann þykist vera venjuleg með þessa derhúi sinni og hann er með steinin undir derhúinu. Þetta er allt saman myndlingin fyrir óhugtumyndir, ok? Þetta er mjög metað mynd. Já. En einmitt að því voru að segja að maður gleymir svolítið öllum þessum svona sem getur verið möguleg plot holes eða ekki möguleg plot holes út af því að það er svo gaman að sjá einhvern veginn alla þessa karaktera takast á og hittast og einhvern veginn, þú veist að sjá Guardians of the Galaxy hitta Tony Stark og Spider-Man og Doctor Strange, þetta er bara svona hvað er að gerast, þetta er allt svo þetta er bara svona svolítið leikinn teiknumynd. Já, þetta er bara quality banter bara á milli þeirra. Já. Alveg ljóst. Þetta handritið vel skrifað. Fór að kalla Rocket Canyon. Já. Með Footloose hana, með ástæða frábært þannig að Peter Quill alveg Footloose. Það var svo mikið að Peter höfða vinur. Já. Það heita og Spider-Man að mega sense að Peter Parker er bara svona Footloose, hvað það er bara sökkar. En það er mitt ég heyrði í viðtali við Tom Holland er að hann var í einhverju leikriti á meðan hann var í upptökum líka á þessari kvikmynd og leikritið þarnast þess að hann var með ákveðna klippingu og hann þurfti að vera með þessa klippingu þá í myndinu líka og nú finnst hann vera svo hallarislegur að því að hann er með svo mikið hár eitthvað í myndinu. Já, krullhærið mikið. Já.
Já, við erum eiginlega svona búnir að tala allt þannig sé ég veit ekki, það eru atriði sem kannski við hefðum átt tala í hinum bíóbílnum en eins og bara svona mörg flott atriði eins og Thanos að þú veist, kasta basically tungli í Tony, þú veist, þetta svona sjónrænt bara og það eitt atriði mitt þegar Thor hann að bring me Thanos og svo stekkur hann einhvern í lofti og verður allir svona rafmagnaður, maður bara svona fær svona, eða bara gæsa á það einhvern veginn, þetta svona flott moment sko. Og líka það að Thor á svona questi, hann að finna sitt vopn og þarf að hitta Eidra sem á níðvöllum og kemur Peter Dinklage bara einhvern veginn, það frábært sem ísastór dvergur og aðeins dýbrættaður en vanlega That's how people die I got no hands Já Það líka bara þú veist þegar Captain America byrtist og Avengers tónlistin kemur yfir hann spila stund að hann gott að minnast að það mitt þegar Vision og Scarlet Witch eru bara virðist eins og það sé bara þau eru fucked þá bara kemur bara svona silhouette af Captain America og Avengers lagið spilast og Black Widow og Falcon koma það bara svona, einmitt, það var mjög flott einmitt svona moment einhvern veginn og Já, hún alveg full af góðum augnablikum sko. Já, og svona flottar skiptingar líka hann að þegar býttu nú við þegar þurfti einhvern veginn að losa steinin úr Vision og þá klippaði yfir í einmitt, ég þekki ekki og klippaði yfir í Wakanda og þá kemur einmitt svona tónlistin aftur úr Black Panther Ég held að þessi mynd svona gott dæmi það hvað maður höndlar að vera með mikið af svona aðalpersonum Já, þú getur ekki farið yfir þetta er bara hámarkið Já, ég held að þau getur ekki verið með fleiri personur af því að það eru personar náttúrulega eru svona svæðisskiptar þú ert með ég man ekki hvort svona 3 mismunandi staðir eða 4 mismunandi staðir sem að fólk er á hana þú veist þessi mynd fyrir líka út allt Space, Wakanda New York það sem allar geimur koma hvergi ég mynd nowhere hvergi neinstæðar Nidavalea Nidavalea How can Thor ekki að tala íslensku? Come on Nidavalea You must go to the Nidavalea You just made that up Every word is made up þegar Peter Quill hittir Thor og fyllist öfundsýki það var mjög gott þegar einhvern veginn maður hefur á tilfinninguna að Kevin Feige og þeir séu mikið í einmitt svona með strengina í handritunum líka manni líður eins og Russo bræður komið bara inn til að svolítið leikstýra og einhvern veginn reyna að gera þetta veruleika en Russo bræðurni skrifuðu þetta líka sko og það einmitt ég man ekki hverjir eru svona æðstu framleiðendur af þessu en ég sá James Gunn þarna meðal hann co-producer svo hann var alveg með höndina í þessu og það einmitt líka alltaf gaman að sjá svona þegar maður horfir á kreditlistan og það kemur ein lína personur og viðburðir eru ekki raunverulegir eru ekki byggðir á sannum atburðum ef að nöfn og personur eru eitthvað samlíkandi þá er það bara tilviljun Þetta fyrir eitthvað brútal mynd með bönniðina 12 ára brútal atriði En það er samt sko, það voða lítið blóð það er svona gamerblóð, svona blátt blóð gamerblóð og þeir eru að pynta Nebula mér varst það persónulega frekar svona hardcore atriði, bara svona wow, ok Það er svona Hellraiser atriði Hellraiser atriði Það taka hana í sundu og toga hartana og maður sér í heilan á hana Mjög gott sko, þegar hún svona fram og svo þegar myndavili snýr og sér hún hlið þá er hún svona komin í mismöndi partar bara bútaðir Það var svona gott svona sjónbrella og þegar kirk í loka og maður sé bara svona einhvern veginn að vera svona bara tútna eða svona rauður og en þetta er svona er þetta svona dekksta Marvel myndin til þessa eða eru fleiri hún fer svolítið algjörlega myndi ég segja og ég líka en aftur einmitt það er svona sýnt kannski meira off-screen en það er einmitt oft svo áhrifaríkt og þegar að Thanos leiðir Gamora og svo þegar hann meina einmitt, þú veist, tala maður með þegar, ok, everything is balanced og svo sér maður í bakgrunn að bara vera að skjóta allt liðið í bakgrunn einhvern veginn alla rugla mömmunar líka og eitthvað það var einmitt svolítið svona, það var átakanlegt atrið einhvern veginn, það er framkvæmt svona á mjög sniðugan hátt þó að það sé ekki alveg sýnt rosa mikið, það er samt svona
En einmitt, mikið geimverublóði. Já. Tók einmitt eftir þegar hann hendir Gamora hana fram á og þú sér svona, það svona grænt pollur Já, bara. leikur grænt pollur. Hún datt í slím. Já. Nei. Guð. En það einmitt bara, það var spurning bara allir, það verður eitthvað nýja Avengers-lið reyna í næstu mynd að tækla Thanos aftur. Þetta hljómar svo eins og einmitt að því að Thanos enda einhver bara sveit hana. Allir hann verður bara svona peaceful og svona svo koma þau og trufla allt. Málega, hann búinn að vinna. Já, einmitt. Hann búinn að klára ætlunarverk sitt og hvað tekur við eftir það? Þá svona líður mann eins og Avengers alltaf bara koma og svona koma honum á óvart. Hann gerist munkur eða eitthvað. Namaste. Já. Hare Krishna, Hare Krishna. Það veit áhverð sko, þegar mann í mynda svona, það er alltaf svona brosandi þessu svona devious, eitthvað neginn svona mischievous brosi. Maður sér ekkert mikið af því í þessari mynda því þeir gera meira svona relatable. Meira svona Josh Brolin svona, þú veist, í móta. Ég með skúfuköku. Þetta er skúfuköku. Ég var alveg til smá skúfuköku. Já, ég líka. Já, það kom til hann svo bara, vilju skúfuköku? Með svona kokkahatt og svona spaða og helminga vinum ykkar. Já, má bjóða ykkur skúfuköku? Ég bara með helminga skúfuköku. Og hún frábár, þú ætti að segja sjálfur frá. Aldur snemm? Já. Og glassur alveg æðislegt sko. Já, það er kannski ekki mikið meira að segja. Nei, en þú veist, þessir eftirlifandi hópur af Avengers, hann eitthvað svo veiklulegur svona, svona bæði kraftarlega séð og svona fjöldarlega séð, af því að það engin, þú veist, það engin svona kosmískir kraftar eða neitt svoleiðis, þetta bara svona, þetta mjög 10 ár og bara, þú láta karakterina hverfa. En bara jarðnest fólk, þannig að það spurning. Þau líka dálítið fátt að meðan Bruce Banner með svona hulks vandamál. Erectile dysfunction. Stinningamanda. Hulks. En hérna já, sko það með spurning, nú verða vangaveltur alveg út næsta árið hvernig þeir munu byrja eða hvernig næsta Avengers mynd verður og það ekki svona komið nafn á hana, það að segja það ekki komið til almennings hvað hún mun heita. En það kemur mér þá ekki á óvart ef hún myndi byrja bara á mjög svipum stað og hún hætti, þar sem að Thanos bara þarna eitthvað staðar út í sveit og svo fer hún svona hægt og rólega að leiðast. Þannig að það fyrir að hugsa svona, herðu, ég ætla að gera þetta allt upp og nýtt aftur til þess að hafa eitthvað að gera. Og það kemur ekkert óvart. Ég sá einmitt, ég kíkti aðeins á IMDb á svona nokkrar behind the scenes svona myndir, ljósmyndir af setti og mér fannst mjög áhugavert að sjá, það var einhver ljósmynd þar sem að Chris Evans bara svona basically hláturskasti og Robert Downey líka og Chris Evans eiginlega, hann næst í alveg eins búning og í fyrstu Avengers myndinni, sett Captain America búning, hann bara þessi traditional blái, rauði og hvíti svona og meira sér einhvern veginn efnið allt, ég var bara, þetta áhugavert, alltaf að sé eitthvað flashback atriði sem þeir að taka upp eða hvað í gangi, þetta komið svolítið óvart, það var svona þannig að maður veit ekki alveg, ég hef alveg ekki minnstu hugmynd hvað alltaf að gera í næstu mynd sem sennilega gott af því þá það ekki fyrir sjálflegt en spurning hvað þau byggja á næstu mynd maður líka forvitin hvernig tengja sko Captain Marvel inn í næstu mynd hvort hún sé komið til að bjarga deginum eða hvað, það kannski svona svolítið leiðilt ef það bara hún sem getur bjarga málunum sko. Já, þetta bara svona af öllum þessum áhrifum þá kemur einn bara Brie Larson reddar málunum Sælir strákar wow að það komið að bjarga eitthvað ég búin að vera í frí í 20 ár já, það er svona en já, það konurnar eru komnar til að sigra heiminn já það hvað heitir löggurnar, ég held að það sé Nova Corps já, Nova Corps ég held að það verður líka í næstu mynd já, fáum aftur Glenn Close og John C. Reilly já það var John C. Reilly eftir að Protect the world Galaxy Star-Lord já John C. Reilly, ef þú ert að horfa þá þú hljómar svona sorry. Já, Glenn Close ef í öðrum heimi þá var hann Grimhild og Gramma já eitthvað, Dr. Strange Dr. Strange er eitthvað 101 dæmatíðundum já en nú erum við búin að bladra meira en hálftíma ef þið hafið hort á báða þættina já kannski komið svona eitthvað
eitthvað bull í bátinn. Já. Skúffukaka. Viljið þið hérna segja eitthvað? Bætingar við. Já. Móka stærri gröf. Já. Nei, ég held að Ég held að það sé bara fínt, sko. Já, komin óþægilega mikil móða hérna. Já, komum okkur bara út. Sko. Já. Nei, shit. Þetta sé að hverfa. Nei. Já. Skýttu það.